Jæja, nú komið tími á að kíkja inn í stúdíó, en þar bíða eftir mér listamennirnir Guðmundur Ármann og Egill Jónasson. Sjáum hvað þeir hafa að segja. Komið þið sælir, drengir. Þessu. Herðu, þið eru að fara að vera með listasýningu í Listasafni Akureyrar, ekki satt? Já, við erum að taka þátt í sýningunni Takmarkanir sem samsýning norðlenskra listamanna eða listamanna með tengsl við Norðurland. Og þetta er fjórða sinn sem þessi tvíæringur haldinn, sem hann haldinn annað hvert ára. Ok, og hvað hvað gengur þessi sýning út á? Já, ætla mig ekki segja að það sé svona verið að reyna að varpa ljósi á það sem að myndlistamenn á Akureyri og tengd Norðurlandi eru að gera. Og þetta er svona afar löng saga samsýninga sem að þekktust hér náttúrulega mjög vel hérna áður fyrr, sko, þar sem að félög myndlistamanna héldu árlegar samsýningar og svo framvegis, þannig að þetta er svona tilraun, sko, og kannski er þetta svo gamalt frá 1800 og eitthvað, sko, þegar að Parísar salónsýningarnar voru haldnar. Þetta er meiningin að bak við þetta held ég í grunninn sé að varpa ljósi á svona flóruna, ákveðin fjölbreytni sem er í gangi og sýna hvað menn og fólk að fást við. Ég held að það sé svona megin. Já, og hvað eru þið að fást við? Já, verkið sem ég er með, það er hljóðverk sem heitir Vortrag á ensku og þýddum á íslensku sem fjórða hljóðrásinn. Og þetta er dálítið, Vortrag, þetta er svona úreld tækni hann þetta er, hann nota sér kassettur og nota fjórar rásir sem hann getur tekið upp, kannski gítar eina rás, söng og aðra og svo getur maður púslað þessu saman saminað og svona. Og ég hef verið að gera tónlist með þessari græju, þetta fari ár held ég, og fannst það svona tilvalið við þema takmarkanir, sko. Og ég vildi líka vera litið langt frá COVID, sko. Þetta allir setja orðpínu. Þreyttir að pínu þreyttir, sko. Já. Þannig að það er bara góð stemning og svo er þetta svona pínu, það er svona pínu svona fortríðar þrá og byrja að gera grína sjálfum mig, sko. Ég er með í stúdíu, það er með þessa fjarrása græju sem ég nota alltaf, svo er ég með tölvu hliðina á, sko. Þar sem ég get haft þúsundir eins margar rásir og tölvuræður við, sko. Já, svona pínu kaldhæðni. Já, þetta er eitthvað, þetta er bara svona, þetta er einhver svona leið til fortíðar, þar sem allt var svona aðeins einfaldur fannst manni allan í minningunni, sko. Allt meikaði meira sens. Nú er alltaf verið svo mikið internet og háhrað internet með þessa og veit ekki hvað er í gangi lengur, sko. Og hvernig tengir það við takmarkanir? Það er alltaf, ég að takmarka sjálfa mig með því að vera bara með þessar fjórar rásir í boði mótið að vera með tölvuna sem getur líka farið og lagfært eitt tón eða eitt orð. Og það var þetta dálítið, sko, frelsandi fyrir mig og því þá þurfti maður, þá gat maður ekkert farið tilbaka, maður gerði mistök, þá stóðu þau bara, maður gæti ekkert farið að laga það og svo fengi búkið á laginu, þurfti maður verið, það var svona frelsi í takmörkunum upp að þurfti að geta að vera fullkomin lengur. En þú, Guðmundur Ármann, hvernig er verkið þitt? Ég er með 3 verk og það er annars vegar 2 grafíkverk. Elsta verkið er litografía frá 1976 og síðan er ég með einfrikk frá 1992 og svo er ég með nýtt málverk sem er frá 2020 sem er 2 verkin eru figuratív og það síðasta er abstrakt, nýjasta verkið. Og takmarkanir hjá mér, það vil segja að ég hef mikið og verið svona hugsi yfir, sko, myndmálinu og ég er náttúrulega þarna í skóla þegar að fjölmiðlar eru að koma mjög sterkt fram og sjónvarpið í raun og veru nýbyrjað þarna úti þá og offsetið í prentinu er komið og fjölmiðlar eru fullir af myndefni í staðinn fyrir bara texta. Þannig að ég var mjög upptekinn af þessu og þessi að fyrsta verkið er í raun og veru svona mynd af manni sem stendur höfuðlaus fyrir framan skjá, af manni sem er í raun og veru að tala frá sínu brjósti líðan sína.
Svo þetta með abstraktið og takmarkanir eru náttúrulega alltaf hins spurninginu, sko. Takmarkun myndmiðlisins til þess að segja það sem hann vil reyna að segja. Og hvort að hann geti, eða hvort að abstrakt mynd geti sagt það sama og mynd af mannesku eða fígúratíft verk. Og fyrir þá sem veit ekki hvað öll þessi lista orð þýða, eins og fyrsta verkið er þá gert, ertu að mála eða hvaða miðil ertu að nota? Já, nei, fyrsta verkið er litografía. Litografía er ein aðferð í grafíklistinni og hún byggist á því að þú teiknar sem sagt myndina á stein sem þar til gerður stein, það sem kallast planþrykk, og þú bara teiknar með feitri krít og síðan svona efnafræðileg meðhöndlun á steininum þannig að þú getur síðan borið á hann lit og prenta fjölfaldað verkið. Og þetta verk var nú gert í, held ég, einhverjum 12 inntökum eitthvað slíðis. Og síðan einþrykk, verkið einþrykk, það þýðir eitt þrykk, þú getur ekki gert meir en eitt þrykk. Já. En þú teiknar í raun og veru á einhvers konar plötu, myndina, og síðan setur pappírinn á plötuna og prentar. Svo tekur myndina, en þú getur ekki endurtekið hana, en hún samt prent og tilheyrir grafíkaðferðinni sem óheilmi vítt svið. Já, þannig það í rauninni takmörkunin, að þú getur ekki prenta hana eða gert þetta aftur. Já, líka, það má líka alveg sammála, það má líka sjá það þannig. Það takmarkað upplag, takmarkað möguleiki á að fjölfalda verkið. En hvenær þessi sýning? Hún á laugardaginn, við listasafninu, opnum 12 og 1-5. Já. Og svo hún bara opin á opnunartíma listasafnsins í einhvern langan tíma held ég. Já. Og hver munurinn á svona opnunardeginum og seinna meir? Af hverju ætti maður frekar að mynda á laugardaginn en einhvern tíma seinna? Það svona til að hitta lið og network að kalla. Svo sumir sem ekki fá sér smá veitingar og sumir hrindir á hí. Já. Og bara eitthvað stemning, sko, sérstaklega að veit nú ekki hvort það verður grímuskylda eða ekki, sko. Nei. En það var þannig að komið sumar og stemning, sko, en ég mæli með að mæta það í bæinn, sko. Nákvæmlega. Fara á sýningu og mæta og sjá þetta flotta sem þið eru búin að gera og þið eru alveg hátt í 20 listamenn, eða ekki? Jú, við erum 17. Þið eru 17. Og það eru allir með mismunandi, eða hvernig þetta allt? Ykkur ákveðin regla hvað megi og megi ekki gera? Nei, hann bara haft orðið takmarkanir hafa svona einu forskriftin, sko, og svona alltaf ræða með hversu mikið maður notar það. Og já, það voru sem sagt, maður sótti sér að fá að vera með. Þetta var rúmlega 40 sem sóttum. Og svo gáði bara sýningarstjórinn í vali hvað myndi passa saman. Gerir það fyrir. Og annars var þetta bara mjög frjálst. Já, við hvetjum allar til þess að mæta á þessu sýningu á Akureyri á laugardaginn. Og svo opnar náttúrulega sýning hinum megin í Gilinu sem heitir sko Salon des Réfugiés, það vil segja þeim sem var hafnað í Deiglunni, opnar á sama tíma. Æðislegt. Sem svona, þannig að, svo ég svari nú þarna spurningunni sem mjög fín, sko, til hvers að mæta á opnanir. Já. Það sko, til hvers að halda frumsýningar, sko. Já, einmitt. Til hvers að halda tónleika, sko. Einmitt. Þetta viðburður, sko, sem fyrir bæði gesti og ekkert síst fyrir listamennina. Það svona ákveðin skona afgreiðsla á einhverju sem maður hefur verið að gera og maður fær viðbrögð og það rosalega mikilvægt að hitta fólk og heyri í því. Það getur vel verið að skammi mann og spyrja hvern fjallarnir stóð að gera og skil nú ekkert í þessu. En það alltaf viðbrögð, sko. Maður lærir af því. Maður lærir að halda sýningar og opnanir mjög mikilvæg og merkileg fyrirbæri í menningarsögunni. Og þessuna hvetjum við allar til þess að mæta. Hvetjum við allar til þess að mæta. Og það bara önnur sýning að opna líka á
Já, alveg og rétt. kaktus með þess Já. að hægni fyrir neðan Ketilsvík og ég verð þar líka, sko, þá eru kaktusmeðlumir með svona samsýningu. Ok, það er nóg að gera í Já. listaheiminum. Algjörlega. Herðu, takk kærlega fyrir að koma. Ég gæti talað endalaust við ykkur, en bara takk kærlega fyrir að koma og segja frá sig og ég býð bara spenntið til laugardaginn. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega.